Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Verður nú alltaf að ræða íslenska menningu. Við boðum það hérna, höfðum það í þættinum sinni Egils hérna snemma í janúar og ég boða það að þetta verði svona tilrauna útsetting og ef það vel gengi þá myndum við reyna að halda þessu áfram að ræða íslenska menningu, stöðu hennar á viðsjárverðum tímum eins og sagt er. Það allir að segja okkur að við séum á tímamótum bara í öllu, í mannfélaginu, í samfélaginu, í heiminum og kannski eru sjálfsmynd okkar að breytast og hvaðina. Þannig ég ætla að hafa hér svona fundi þetta mál reglulega og fá hingað fólk með viti til þess að ræða þetta. Og þannig er það í dag. Hér er Viktoría Blöndal sem er höfundur og leikstjóri, Auður Jónsdóttir sem er rithöfundur og blaðamaður, Björn Þorsteinsson sem er bara heimsvíkingur og Atli Bollason, listamaður og rýnir. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Hérna, finnst okkur viti í þessu að velta þið fyrir sér stöðu íslenska menningar á viðsjárverðum tímum? Mér finnst það. Erum við á viðsjárverðum tímum? Við erum á viðsjárverðum tímum og þegar að tíma verða viðsjárverðir, þá verður menning líka svo mikilvæg eins og bara á Gaza, þegar verður að reyna að útrýma þjóð, þá er það menningin sem er svo sterk sem segir við erum hérna og við erum þjóð. Saman og segjum Grænland, þú veist, þetta er menning verður það mikilvægast einhvern veginn. Því hún er einhvern veginn lífið og tjáningin. Og fær hún svona sterka merkingu. Já. Er tilveru svona rétturinn. Það að setjast niður og borða mat með fólki frá Palestínu, allt í einu fær það matur allt aðra merkingu. Já, það er það. Og verður innblásin. En það við erum ekki í neitt svona hættu, þannig að okkar menning kannski er ekki að fá merkingu að sjálfu sér. Íslenskan kannski. Íslenskan kannski. Er í hættu? Íslenskan er í hættu og svo erum við líka frekar óvarin með skrítin varnarsamning. Skrítin? Varnarsamning. Já. Já, ég meina það er bara mjög eðlilegt að við spyrjum okkur spurninga þegar er verið að ásælast Grænland. Við vitum ekki einu sinni hvort við erum í sigtinu eða ekki, sko. Og eins og bara þetta með að þessi ágæti maður skuli mismæla sig svona ofta í einhverju ræðu og tala um Ísland. Ég meina við vissum ekki hvernig við ættum að túlka það og það er sjálfur sér. Það segir eitthvað. Hann er að hugsa um Ísland þannig undir niðri líka, sko. Einhver nefndi Ísland í fundinum í Bakherberginu við hann. Og við sittum eftir og hugsaum, vonandi var það ekki mjög slæmt sem var sagt. Nei, en við veitum ekki samhengi, sko. Það er allt, sko, hann er svo ófyrirsjáanlegur og allt Bandaríkin er bara svo ófyrirsjáanleg núna. Þess vegna eru þetta viðsjárverðir tímar meðal annars, en ég meina auðvitað bara með þennan mann við völd að þá verður allt bara einstaklega viðsjárvert. Já. Eitt væri það hvernig gat svona maður náð þessum völdum? Jú, hann hafi verið kosinn tvisvar, það er það sem ég er alltaf að hugsa, sko. Það er svo óhugnanlegt. Og ég held að viðsjáin sem okkur varðar sé kannski meðalans fólkinni því að við þurfum að gera það upp við okkur, átt okkur á því að Bandaríkin eru ekki lengur bandamaður, traustur bandamaður og verða það ekkert í bráð, sko. Þess að það var aldrei að mínum að þetta ástæða til að binda trúsið til Bandaríkjamenn eins og við gerðum. En já, ég held að þessi mörg okkar séu svona svolítið, þessi rennu fyrir mörgum okkar ljós, kannski á hægri kantinum, að þetta var aldrei neitt sérstaklega góð hugmynd. Nei, hættan er úr vestrinu. En ég held líka, sko, að því þú segir, sko, það er óhugnalegt að hugsa til þess að hann hafi verið kjörinn alltaf bara til að byrja með og svo aftur og svo, þó að hans vinsældir séu... Svo fúlum við tvæs. Já, nákvæmlega, en svo þó að vinsældir hans séu eitthvað fallandi, þá er það samt, þá er þarna tugir milljóna manna sem að styðja hann bara til sinna afreka og það er líka svolítið spooky, einhvern veginn. Bara mjög erfitt að hugsa hvað gengur þessi fólki til, en ég meina Donald Trump er ekki, þú veist, hann er klikkaði maður en hann er náttúrulega birtingarmynd einhvers annars, sko. Þetta er valdamesti maður heims og sögunar vilja sumir halda það. Já. Og þetta er frægasti maður heims og hann er með svona stöðu hann er fyrir ofan Elvis, sko, og fyrir ofan Jesú sem hann notir svona tilvísnum í Bítlana, sko. Ég held að það sé enginn sem hefur náð, ég held að geta þess að Trump eiginlega hvað sem er í veröldinni.
Já, líka bara, þú veist, börn og full, eða þú veist, það vita allir hver Donald Trump hvort sem þú ert 5 ára eða þið vitið. Dóni Prump hann ekki kallaði það á leikskólanum? Jú, algjörlega. Vonandi sem mest. Þannig að við lifum Trump-tíma. Já, ekki bara lifin, þú er ekki hægt að skoða internetið að fara inn og neina miðla á hans að þessi mynd á honum er einhvern veginn búið að gróðusetja bara andlitið á honum í hausnum á manni. Og það er líka svo hættulegt einmitt þetta með hversu mikið við erum meðan á heilanum og af því að svo mikið af þessu er eiginlega ekkit annað en leikhús. Og við hefðum ekki þurft að vera að hafa einhverja svakalar áhyggjur af Grænlandi, allavega eins og þetta lítur út núna. Það var þetta allt bara eitt stórt svona sjó til þess ætlað að bæta samningsstöðans gagnvart NATO. Gæti enda þannig, en hins vegar veist aldrei að getur verið að hann taki þetta síðan upp aftur. Jú, vissulega. Það er svona, því miður er þessu leikhús aldrei lokið, tjaldið mætti fara að falla bráðum, en það er auðvitað ekki nema hvað 3 ár eftir. Það gæti alveg bara fjara út, en svo getur hann líka bara fengið eitthvað hégómakast af því að einhver gerir grín á hann og þá bara gerir hann eitthvað. En hér eru miðlar náttúrulega samsekjara því þetta er strategían, að flæða allt umhverfi okkar með fréttum og yfirlýsingum og það er alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi og oft á dag. En er það ekki óhjákvæmilegt? Hvernig ætlar að segja fréttir af veröldinni á Trump-tímum án þess að minnast á Trump? Já, sko, Trump náttúrulega, hann þrífst á því að það sé endalaust fjallaði mann. Og það er vegna, þannig að það er bara strategían og meðan það er endalaust að tala um hann þá er ekki tímil að tala um neitt annað. Þannig að það má segja að þú veist, það væri alveg raunverulegt form af allsbyrjun að gefa honum bara ekki þetta endalausa pláss. Þannig að þetta var náttúrulega mjög nýtt þegar þetta kom fram, en núna er þetta bara orðið, eins og ég segi, þetta er bara strategía og það þarf að vinda ofan af því og það, ég held að miðlarnir megi alveg taka það til sín, sko. Og hvað það hætta þá að byrta, eða þú veist, hvað ætlar að setja einhverja línu? Já, bara sinnis ekki svona rosalega mikið, hver einasta upprópun sem kom úr Hvíta húsinu. En þetta er svo stórt. Já. En kemur ekki einmitt oft á daginn, þetta er ekki svo stórt. Við höfum sett þetta í sér, við erum með Trump-tíman alltaf á miðvikudögum og ein hugmyndi var svo að hafa þetta bara sér. En svo hef ég líka leikið mér að við erum með veðmál hérna í þáttum að koma Trump inn í öll viðtöl. Það er ekkert vandamál. Það er ekkert. Við vorum alltaf fljóta að byrja að tala um það. Já, við erum að tala um íslenska menningu. Við erum að tala um íslenska menningu. En mér finnst þetta að taka þetta alvarlega hjá okkur. Það að þroskast sem einstaklingur þá þarf maður að vita um tilvistilega stöðu sinni í heiminum og maður þarf að vita um hlutverk sinni í samskiptum við annað fólk. Og mér heyrist þið verið að segja að hluti þess að vera bara heilbrigð manneskja í nútímanum er að vita hvaða trúð maður ætlar að leika í leikriti Trump. Þú þarf til að vita það, þú getur ekki staðið bara á púa eins og allir að sumuleyti að leggja til að bara farið út úr leikhúsinu af því að þú ert ósaman á því, þú sem komist ekki út úr þessu. Þannig er ekki á hlutverk okkar að segja, byrju, hvaða hlutverk ætla ég að leika í þessu leikriti, sko? Ég er ekki áhorfandi eða hvað? Ég get ekki bara hafna sýningunni. Já. Ég held að sem er mikilvægt átt að segja á því að þetta er sýning og það bara því þú nefnir það, sko, þetta er náttúrulega, þó að kannski það talað með Steve Bannon hafi svolítið sko byrjað þetta en það var náttúrulega á undan honum hann ráðgjafi Pútín sem ég man ekki hvað heitir þessi úr sem kom úr leikhúsinu hann kom út úr svona framúrstefnu leikhúsinu í Rússlandi og tók bara með sér taktík þar sem hann var búinn að gera sýningar þar sem að veruleikinn var óstöðugur og það var stöðugt flæði af einhverju nýju sem var kannski í mótsögn við það sem áður var og hann hugsaði bara með sér, þetta er skemmtilegt inn í leikhúsinu, þetta er áhugaverð reynsla að ganga inn í, en svo er svolítið merkilegt þegar þú tekur það út úr leikhúsinu og ætlar að breyta allri veröldinni í þetta sama leikhús, þá er maður bara betur í, fer þessi sýning aldrei að klárast og þá held ég að sé allt í lagi. Þú ert hluti að sýningunni? Já, það er að mér forspurðum, sko. Já, en þú ert fastur inn í henni, þannig þú verður ákveðið hvaða hlutur gott að vera. Já. Þetta er pólitísk list. Ég þarf held ég ekki taka þátt í sýningu Trumps. Ég held að ég hafna því, sko. En þetta er hluti af vandamálinu að því ég held ég að tala um það hérna áður að það var eins og grein í einhverju þýsku blaði að sem að þegar Trump var fyrst kosin sem að sagt hann aldrei kosin í Þýskalandi að því að Þjóðverjar horfa ekki svo mikið á sjónvarp. Þetta er AfD búið okkur hlutíðinu uppgangurinn en við erum, sko þetta er svo fáránlegt og þetta er allt svo absúrt að við erum líka að fýta okkur með þessu, bara með þessum fréttum og með þessu bara, þú veist og það verður eitthvað í okkur tekur þetta ekki alvarlega því þetta er svo galið. Það er mitt. Það er eitthvað þegar... Já, men ég held sko að kannski með þetta að taka þátt í leikhúsinu eða ekki og svona, ég held að kannski öll svona raunveruleg barátta í dag náttúrulega, hún hlýtur að vera lokal, sko. Hún á auðvitað bara, við þurfum að
bara að hitta fólk og vinna saman á hlutum, rækta garðinn eða rækta matjurtir eða vera í bókaklúbb eða fara í leikhúsið mitt, alvöru leikhús og sjá Óreiðsdegi eða eitthvað, klassískt verk stóra hluti og sem ég á eftir að sjá sko. Já, ég líka. En allavega, ég meina þetta bara einhvern veginn að vissu leyti þetta bara alltaf svarið. Það bara aðeins að kúpla sig frá þessari síbylju og reyna bara, að hætta á samfélagsmiðlum og eða draga verulega úr því og svona rækta upp einhvers konar samstöðu í það sem við erum sko. Í nótt, þá las ég Sölku Völku og Í heilsinni? Já, í heilsinni. Okay. Og mér leiði bara nokkuð vel þegar ég vaknaði í morgun og ég ætla bara að fara að lesa gamla bækur. Já. Núna, bara nægi í... Það náttúrulega bara að stinga hausnum í sandin. Nei, ég að minna mig á einhver svona gildi... Fara í tunnuna? Nei, þetta svona bara eins og að jarðtengja sig. Þetta eitthvað svona að því öll viðmið og gildi svo mikið upplaust. Þetta vissu liti bara það, að fá frið til þess líka, fá næði til þess að ná áttum aðeins. Og svona þess að finna sjálfan sig. En þá ertu líka samt bara þá ertu bara ein. Já, bara ein í þessu. Ein í þessu, já. Með Sölku. Svo kemur maður út og bara... Já. Þannig ég vaknaði bara morgun og hugsaði bara að ég nenni ekki að vera kvenmaður. Já. Svo litla spurning og hugmynd. Já. Það heyrir það mikið hérna að við erum alltaf að tala um samfélagið. Og það svona, fólk hætt á samfélagsmiðlum, hætt að horfa á fréttir að Nei, hætt á samfélagsmiðlum. Ég trúi ykkur ekki. Þykist einhver ykkur að vera hætt á? Ég ekki hættur sko. Ég á Blue Sky. Nei, en þú veist, Ég á Blue Sky. What is that even? Hverjum ég vissi hver Zoran Mamdani var bara í marsmánuði sko og fylgdist með þessu alveg mjög vel í gegnum Blue Sky. Ég bara Truth Social sjálfur. Já. Nei, ég algjör bullshit á það að fólk sé eitthvað, ég er hætt á samfélagsmiðlum, svo það eitthvað, ég er með takkasíma og er einhver stað með tölvun undir hendin eitthvað, þetta með Wi-Fi eitthvað, maður eitthvað, hvað ert að gera? Ég veit ekki hvað ég meina, mér finnst þetta alveg. Ég var hættur í alveg nokkur ár sko, ég var ekkert milli svona 2017 og kannski 21, þá var ég ekki með aðgang á Facebook til dæmis. Nei, og varstu ekki eitthvað, þú veist, á konunnar þinnar Facebook. Mér finnst þetta allt eitthvað svo skelli, nei. Ég skal bara játa það fyrir ykkur að leið og Trump tók við þá bara ákvað ég að hætta á Facebook og á þessum miðlum sem flestum með þetta sérstaklega eftir að ég var búin að segja við sjálf á mig og allir kringum mig að sko, ef að þeir verða á pallinu fyrir aftanan þegar hann tekur við, þá þoli ég það ekki og svo voru þeir bara allir, ég meina við erum að tala um Microsoft og sérstaklega náttúrulega Facebook og Amazon og Microsoft. Microsoft var hana líka, ég er reyndar sem starfsmaður Háskóla Íslands er skyldaður til að nota Microsoft og öll gögn háskólamanna eru geymt hjá Microsoft á OneDrive. Sem fyrir mér er alveg bara þjóðaröryggismál sko. En það er nú eitthvað verið að vinna í því held ég. Ég bara ákvað að gera þetta og svona til þess að hafa eitthvað þá fór ég á Blue Sky og ég fæ alveg mín kick þar sko og það er alveg svona, ég fylgist með þetta bara einhverju takmörkuðu mengi af fólki og mest, það er enda mjög svona mikið frá Bandaríkjunum og þetta er bara ákveðin hluti Bandaríkjamanna sem vill vera þar og þannig að maður fær mjög góð tengingu inn í það sem er að gerast til dæmis í Minneapolis og svona, maður fær bara fréttina náttúrulega beint þaðan en já, ég meina, ég svona ætla ekki að vera neitt að hreykja mér af þessu neitt en þetta er svona fyrir mér samt íhugunar efni fyrir okkur að við erum orðin svolítið föst í þessu, það er auðvitað alveg augljóst að við eigum að þjóðnýta samfélagsmiðlana og ég held ég að mögulega sagt það hérna áður fyrir cirka ári síðan að sko Íslenska ríkið á að stofna sinn eigin samfélagsmiðil og hvert þjóðríki á að vera með sinn samfélagsmiðil. Við erum búin að ræða þetta mjög mikið á Facebook og þeir eru allir komnir á þetta. Á Facebook. En ég held að Henry Alexander hefði sagt að hann noti ekki Facebook eða þú veist kannski betra hann hefur aldrei verið á Facebook en ég veit ekki hvort að þátturinn á að fara í þetta samt. Ég nefndi sko þetta að fólk sé ekki á samfélagsmiðlum til þess að fría sig áreiti en svo segir að ég hætti að fylgjast með fréttum og það situr svolítið í mér og því að suminni þá finnst mér að skiljanlegt vegna þess að fréttirnar sem við fáum eru bara linnulaust áreiti án einhver svona samíkis og það segi ég bara sem gamall fjölmiðlamaður og segja að það sem að fjölmiðlarnir eru að klikka á er að vera með samíki hlutana því að
ég ætla ekki að vera eitthvað svona, var ekki Nietzsche sem sagði sá sem veit hvers vegna þolir hvað sem hvernig. Þannig ef við getum alveg þolað slæmar fréttir, ef þær eru í einhverju svona samhengi. En ef það er alltaf verið löðrungur með einhverjum hörmungum, þá verðum við bara eins og taugavekluð og hauslausar hænur og hlaupum alltaf á slag. Ég búin að skrifa mikið þetta og þetta var ástæðan fyrir að ég var aðeins með að stofna fjölmiðil, það er þetta með samhengi og líka því fréttafælnir vaxandi alþjóðlegt vandamál og það er eitthvað við samhengi í fyrsta lagi, oft eru falsfréttir ekki að staðreyndirnar séu vitlausar, heldur er samhengið ekki nógu stórt eða það er eitthvað skrumskjalt. En það er líka bara að góð fréttaskýring getur, þó hún sé eitthvað hryllilegt og þá svona veitur hún manni smá ró. Það er eitthvað svona... En þá þarf að vera tími, þá getur ekki verið endalaus hríðskot árás af nýjum fyrirsögnum. Nei, og það er þetta flæði bara og svo kemur nýtt og hitt gleymist, að bara hlutinni séu gripnir, settir í samhengi, greindir og það er það sem... En það er eitthvað leitið svona kúltúr sem við höldum uppi saman. En það er ekki bara það við sem að bíða eftir því að þú komið ykkur af fréttaskýringu. Heldur verður við einhvern veginn sem samfélag að halda uppi umræðu á þeim. Ég held hreinlega þetta sé almannavarnamál. Það er bara verður. Mér finnst þetta sem við verðum að stilla fyrir framan okkur oft svona málum, átakamálum, það sem er verið að segja við sem þennan kost eða þennan kost, eins og sé val, sem er bara blekking af því að við tókum aldrei þátt í því umræðinu sem að leiddi til þess að þetta verður einu valkostandi sem er í boði. Þannig að mér finnst að sömuleyti finnst mér þetta að vera ábyrgð samfélagsins að sætta sig við að umræðan sé að fara ofan í einhverja svona mjög svona populíska. Það er líka svona ákveð menntunar fordæmi í því að þú veist fólk bara ef að fjölmiðla bera þetta á borð fyrir fólk greiningar og dýpra samhengi og allt þetta þá kannski fyrir fólk meira að leita eftir í eða tilenga sér meira þær venjur eða þú veist það er þessi svona fjölmiðla menning kannski. Já, ég meina við bara erum alltaf með alltaf veikar og veikar í fjölmiðla og ég er nú bara miklar áhyggjur af fréttastofu RÚV þó hún sé nú að mörguleyti það skásta sem við höfum fyrir utan samstöðuna alltaf en af því að það er svo algengt þar einmitt að þar eru sagðar fréttir mér finnst það sérstaklega þegar umhverfismál og þá vantar allt samhengi. Og ég hef svona, það var frétt daginn fugla á válista og þá Lundi komin á válista og Fjörusbói og einhverju 2 aðrir og fréttin var svona nánast eins og bara tilnefningar til Golden Globe þetta væri bara svona einhver sniðugur listi nú eru þessi kominir á listan og það var ekkert samhengi það var engin svona alvara eða svona þyngd í fréttinni það er svo mikill óþurra, er svo lítið mál að hringja í einhverja fræðinga og bú til ég segi það og núna í gær var eitthvað frétt að árið, eða síðasti vetur var stærsti vetur í jöklarýrnun á Íslandi og svo komu tölur, Vatnajökull rýrnaði mest og í öðru sæti var Hofsjökull og erindar Hofsjökull og Langjökull voru teknir saman og svona þetta var svona eins og bara einhver listi og það var ekkert línun jarðar eða neitt og þú veist, þetta fer alveg verulega í töðunar á mér af því að þannig eru menn með allt í höndunum til að búa til einhverja svona raunverulegar fréttir en það eru svo opáslega verða svo hróðvirknislegar og staðrið án samíkis. Já, þannig að þetta tel ég, þetta er svona einmitt svona gefilega almannavarnamál, þannig verða að halda okkur svolítið gangandi í einhverju svona mjög yfirborðslegri sýn á hlutina sem ég held að gera einmitt engum greiða og ég er þessi klopningur að það fæli frá já, kemur inn svona einhverjum skrýtnum hughrifum hjá fólki bara, eða það smitar bara, já þetta skiptir ekki máli eða þú veist, þetta er En það er bara svona skemmtileg staðreynd eða eitthvað, hvað ég gera við þessar upplýsingar og það er verið að segja mér hálfpartinn að það sé bara eitthvað svona áhugavert, svona fun fact nánast. En ég ætla aðeins að halda við Trump og Grænland. Það er að þú nefndir varnarsamninginn og náttúrulega í umræðinni þá hefur hann komið til þals og hver er umverulega sjálfstæð okkar? Ég meina, erum við ekki bara á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna þeir taka þetta eða þeir vilja það, erum við ekki bara í þeirri stöðu sem að maður gæti trú að það hefði svona áhrif á sjálfsmynd Íslendinga sem sjálfstæðu þjóðar sem er bara gegnumgangandi talandi að búa í einhverju leikriti, þá búum við náttúrulega í leikriti sjálfstæðisbaráttunnar og íslenska þjóðernisstefnu. Það var einhver maður sem sagði við mig daginn, þú veist, þetta var ímyndun hjá Íslendingum að við værum sjálfstæð því leiðum myndum gera eitthvað andstætt stefnu Bandaríkjanna þá væri okkar sjálfstæði bara horfið. Þetta er eins og sjálfstæði konum, þú mátt gera allt sem þú vilt sem kallinu sáttu við. Ég var að vitna ég var í samtali, ég var á Grænland að tala við mann
og við vorum að tala um þetta og þetta myndi mig allt í ná hérna djöfulinn og segir allt sem þú vilt skaltu fá að þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta er þetta. Þetta er svolítið. Já, en það nota Laxness þetta nákvæmlega svona í átumstöðum það ekki. Ég er með hann og heilan bara. Tölum bara Laxness í þessu. Bara til þess að halda sönsun, ein Laxness-bók og nótt. Samt lær maður að sofa. Þannig eru íslenska bókmyndir, mér fannst íslenska bókmyndir á fyrra, bara virkilega margt þar sem að var svona að hjálpa okkur svolítið að fóta okkur og halda sönsum og bókmyndir mega líka auðvitað vera einhvers konar smá svona akkurat smá hvíld sko. Já, en eins og hvað? Ég er bara forvitin að heyra hvað var að hjálpa okkur að fóta okkur? Já, það var til dæmis nú manni því miður ekki hvað hann heitir Nína Ólafsdóttir. Já, sem átti þessa bók sem alveg á jörðu sem er alveg stórkostleg bók rauninni loftslagsbreytingar og alveg bara saga konu og hund. Og þau eru rauninni frá Grænlandi sko, en ég meina það er ekkert þjóðerni í þessum heimi, þetta er rauninni post-apokalyptískur heimur og bara alveg stórkostleg lesning. Ok, einmitt. Já, sonur minn gaf mér hann jólíka. Já, ég mæli með henni. Það má alveg mæla með bókum, ekki? Það er engin að tala loftslagsvá lengur, það er bara eitthvað, hver er hægt að finna olíu og eitthvað svona, það er eitt við þetta. Jú, ég fór í ægisíðun í gær að sækja einhvern pakka og ólís eða SO eða hvor? N1, er ekki lagi, já, akkurat, og það er búið að taka olíu, bensín, til að dæla bensínu, hann eitthvað, já, það er út af loftslagsváinni og Reykjavíkurborg kom og tók þá, bara þannig að þetta er svona, og ég var eitthvað, já, vá, ég fann betur, ég hef fundið það síðustu vikur að það er bara miklu betra loft af því að bensíntankarnir af ægisíðunni eru farnir, æði, og hann eitthvað, þetta er æðislegt, bara næst ekki svo vel, eða þú veist, ég var eitthvað, hver er hugmyndin, Reykjavíkurborg er eitthvað, hvað er að gera í dag? Heyrðu, já, munið eftir ísnum og fjólblá geislunum. Fækku bensinstöðum, bensinstöðunum að þétta byggðina og byggja stórísi og græða svona græða milljarðlega á þessari lóð. Gott, einhver græða. Þetta fyrir leikskólana? Þetta fyrir leikskóla já, það er mjög gott. Já, gróðin, þessi gróði situr eftir í olíufélagum. Já, þú meður sem að kaupa, já, sem að selja. Það er engin hugsun. 8 milljarða held ég sem að olíufélagi fengu. Mér listir þetta vel á, ég er búin að sjá svona koncepttekníkar af því sem á að koma akkurat, ertu ekki að tala um þetta bara við hann að Nesvegina? Já, hann er svona kringla. Já. Okkur neina haldaði, meðan þetta er að vera svolítið flott einhverja tekníkar sem ég sjá, sko. Það er komið fram í ræður hjá Gunnari, ég er mjög fylgjandi þéttingabyggðar. Þetta er náttúrulega svona hluti af hverfinu, þessir kallar sem vinna þarna. Þetta er náttúrulega mistari, þessi sem vinnur þarna. Sæmundur. Já, hann er æði. Hann er bara... Þetta er menningarfyrirbæri. Já, hann er alveg. Ég líka stundum fer þarna og fer bara og kaupi ópal. Vitið, þú veist, ef maður er svona sjálfstætt starfandi og maður er ekki búin að tala við neitt í einhverja klukkutíma marga eða daga eða eitthvað. Og ég bara fer og kaupa ópal hjá honum, bara að spjalla. Þá fær ópalið samingi, svo við tengjum þetta við sem við vorum að ræða. Já. Það er menning. Þetta er menning. Þetta er menning, sko. Alveg. Það er reyndar áhugavert með, ef við tölum arkitektúr, það er allar þessar þéttingbyggðar, það er alltaf þessar hvað þetta kalla, svona rými fyrir verslanir og á neðstuhæðinni. Og aldrei kemur neitt í þetta. Nei, gengur ansi hægt. En ég minna frábær hugmynd og ég veist, allt er staðar og auðvitað viljum við bara, ættum við að vera, þú veist, spara bílinn og bara fara í einhverja smáverslanir að kaupa inn og... Já. En þetta er eins og ég bý hérna ekki langt frá Norðmýrinni, sko, og það er meðfram Snorrabraut núna, hérna alveg tómar götu. Já, allt tómt, sko. Já, þess að á jarðhæðinni. Mér sýnst nú að þessi búin að flutti inn í þetta allt þarna uppi, sko. Og sem að minnst nú eiginlega sorgleira þarna við Hlíðarenda, einmitt. Þar er ekki allt meira og minna en þá tómt þar. Það var eitthvað ein klippistofa, ein sjoppa og svo var eitthvað garnverslun, en ég held að hún hafi síðan Já, ég lappaði þarna reyndar daginn, mér fannst bara meira en ég bjóst við. Það var súpermarkaður og hvort það var eitthvað lögfræðistofa líka á jarðhæðinni. Það er ekki svona mannlíf milli hús. Nei, það vantar svolítið á það, sko. Og það við getum ekki alltaf afsakað okkur með veðrinu, sko. Við þurfum bara að fara að taka þátt í svona hins vegar, þá er verið að byggja upp svona miðbæ eins og hann ætti að vera. Verslun á jarðhæðinni og fólk býr á efri hæðum.
Þetta er verið að framkvæma á tímum þar sem eru öll blöð heimsins fullar af því að samdráttur í verslunarhúsnæði í Bandaríkjunum heldur sér 40%. Það kannist bara við myndin það sem verið að loka heilum mólunum og eitthvað fleira, að því að verslun er að flytjast yfir á netið. En á sama tíma er Reykjavíkurborg að byggja hérna upp, það verið að byggja hérna Heklureitnum og Orkureitnum. Það hafi ekki gert Grensásveginn alveg út á enda. Það er svona hús sem er komið með verslun og húsnæði og ég meina þið sem íbúar í borgin hugsið, hver heldur að verði með starfsemi í þessu rými? Það er ekki bílastæði, þetta er eiginlega fyrir svona stofnbraut, við hliðina á stofnbraut, það er bara ekki fræðilegu möguleiki að þú getur rekið nokkuð skapað hlutanna. Heyrðu, þessi mikrofónn með risvandamál. Þess vegna settum við hann hjá þér. Það var til lagast. En það er líka bara eins og Spáni þegar það var búið að byggja endalaus hótel og eitthvað svona og kom kreppa. Þetta er svolítið, þú veist, hvað gerum við að vera allt í einu rosalega vakning og fólk hættir að fljúga? Eða þú veist, við erum bara endalaust að byggja einhver hótel og búðir. Já, það nota þetta fyrir gamla fólkið. Úrum stað. Ég veit ekki hvort að þetta sé menning, en þetta er náttúrulega, sömuleitt er það menning að það verið að byggja, eða þú ert að byggja borg, hvort þú sett að byggja borg eins og þú finnst hún ætti að vera, eða hvort þú sett að leyfa borgin að þróast með einhverjum hætti og einhver leiti erum við í Reykjavík með borg sem er verið að setja inn einhver svona hugmynda borg sem að var ekki, en við viljum... En hvað meinar með því að það hafi ekki verið? Því að Reykjavík bara byggðist til á sama breiddargráðu og Þrándheimur. Þrándheimur var orðin svona sæmilega stór bær áður en að bíllinn kom. Þess vegna ertu með hann stóra miðbæ þarna. Yndislega miðbæ. Reykjavík var eiginlega bara kosin og aðeins upp með eftir Laugavegi áður en bíllinn kom. Og við erum fyrst og fremst skipuluð í kringum bílaumferð og nú á að leiðrétta það með einhverjum hætti. Já, en ég er að segja en það var hugmynd. Skilju, það er alveg jafn mikil hugmynd eins og hitt. Já, en ég er að segja, nú er hugmyndin að snúa tilbaka. Snúa því við, eða búa til veröld eins og Reykjavík hefði þróast ef hún hefði ekki þróast á þann tíma sem hún þróaðist. Og þið kannist bara við þessa umræðu, það er þú veist, að sömuleitt þessi borg sem er verið að setja niður, hún er ekki með svona, hvað þetta kallar, staðar, vísar ekki til svona staðar, hvað þetta kallar, minnsta? Staðarandi eða? Staðaranda, já. Það væri alveg gaman að því við erum að tala um menningu að næst ef við komum að það verðum við öll búin að lesa bókina hans Andra Snæs. Ég er búin að lesa hana. Já, tölum hún er ansi mögnuð. Já, af því... Er það? Já. Hún er raun arkitekt sem teiknar rosalega flotta blokk og svo fer hún í framleiðslu til verktakans og svo er bara verið að strippa af henni allt sem að gerða hana að einhverju og hún enda með því að verða bara enn einn svona forljót blokk sem er einmitt eitthvað mjög kunnulegt úr borgarlandslæginu. Og það er náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess að maður gengur miðbæinn og sér bara þú veist þessi ótrúlega fallegu hús niður í bæ sem eru reist fyrir 100 eða 110 árum síðan þegar við vorum bláfátæk þjóð og maður hugsa bara hvar er metnaður. Núna eigum við að heita einn ríkasta þjóð í heimi og við getum ekki byggt neitt í líkingu við það. Mér finnst það að vera sorglegt. Það er arkitektónískt vandamál. Ég er skipulagslega heldur við séum alveg á réttri leið. Það er eitthvað hverfæðin sem fór eitthvað fyrir að hafna fyrir því og það er svolítið leiðilegt að segja það þegar maður er eitthvað gagnrýni heimili fólks. En það er svona, ég fór með vini mínum sem er svona arkitektaaktivisti og þetta var svona eins og bara eitthvað var búið að byggja heilt þorp á svona gámum svona eins og ég var eins og í verbúð þegar ég var unga sem var bara búin til úr samlíkjandi gámum. Það er tilfinningi sem maður fær maður sér eitthvað. Við mögum alveg segja kapitalismi það ekki, ég meina þetta gengur náttúrulega bara allt út á að græða sem mestan pening á per fermetra sem það fær úthlutað á lóð og ég meina þú bara þú kannski byrjar með einhvern svona þykist vera með einhvern listrænan metnað að fara einhvern fínan arkitekt og svo framvegis en svo greinilega þurfa arkitektarnir bara ég sá reynda bíómyndi geri á frönsku kvikmyndadögunum sem að eru manni sem teiknaði stóra nýja segulbógan í París þar sé kassan sem var einhver danskur arkitekt sem var algjörlega óþekktur þegar hann vann þessa keppni og myndin er stöllum það bara hvernig hann þarf akkurat að pakka öllum sínum draumum saman af því að það er sérstaklega eftir að hægri menn komast til valda ná þinginu í Frakklandi og þá fara þeir að ráða öllu og þá þarf bara að breyta þessu í eitthvað allt annað en hann vildi og hann rauninni sagði sögð þannig að þetta verður honum bara aldur til að sjá það hvernig þetta tók sig út á endanum Þetta er spíralstíðin sem snýri öfugt. Já, þetta er bara þú ert með eitthvað, auðvitað var þetta dýrt allt það og hann vildi eitthvað sérstakann marmara
alltaf, en allavega bara það eru verktakarnir sem eru að reyna að græða eða að lifa af eða eitthvað, hjörðum heimi. Það bara einn mælikvarði sem eru peningarnir, annað gott græði á þessu og það gott. Þannig ég þarf ekki að skreita húsið eins og var í sem að þið finnst fyrir að falla í dag. Þá var einhver að byggja húsið og hann var kapitalisti líka, en hann taldi sig þurfa að hafa húsið með einhverjum hætti þannig húsið gæfi eitthvað út í umhverfið. Það var svona fjölvíta virðismat. En sko ef grunnfréttamennska almannavarnamál, þá þetta svolítið lýðheilsumál og maður finnur það svolítið líka, maður les bögnas andra bara hvernig birtaður hugsuðinu í íbúð eða rým, þetta hefur áhrif bara okkar andlegu líðan. Og einbýlishúsi sem að arkitektinn í bókinni teiknar fyrir verktakan, þar ekkert til sparað. Nei. Þanga fer og auðurinn. Já. Þannig að hann með einhverja frábæra setningu þau þarna hjónin, verktaka hjónin, þau eru rosalega góði að draga úr metnaði annara. En sérpanta allt fyrir sig. Eins og framkvæmdastjórar SA eru tala oft þannig að núna þurfum við að herða sultarólarnar af því að nú erfiðleikar í efnahagsástandinu, það er aldrei að tala sjálfa sig sko. Nei. Það er bara að tala skúringakonurnar. En þetta náttúrulega hluti af menningunni sem við búum til. Það eru peningaöflin sem að móta umhverfi okkar. Það er peningaöflin sem að segja okkur hvað er einhvers virði og hvað ekki. Og þá er spurningin sko hvernig, varst þú ekki með sirpu í lestinni list sem sagt utan markaðar að bara passa sig að slá ekki í gegn? Ekki fá krónu borgaðan eins þar, þá er möguleiki að búa til list sem einhverju skiptir í máli. Já, það var svolítið útgangspunkturinn. Ég svolítið svona bara verið að veltaði fyrir mér sko, það er svo mikill fókus í okkar þjóðfélagi á það að slá í gegn einhvern veginn, bara að meika það og hvort sem að það er bara, þú veist, flott hús eða eitthvað svoleiðis eins og við vorum að tala og flotti bílar og svoleiðis, en líka hjá svona, hvað maður að segja, meira kannski listrænt eða vinstra þengjandi fólki. Það virðist einhver síðan vera svo rosalega upptekið af í rauninni kannski viðurkenningu fyrst og fremst sko. Og ég bara sett bara rosalega mikið spurningamerki einhvern veginn við þann einhvern veginn kvarða og ég held við þurfum alltaf í öllu svona fjölvíta kvarða og spyrja okkur hvers vegna gerum við hlutina og ég held að það gleymist rosalega ofta að spyrja sig hvers vegna gerum við hlutina, hvers vegna fór ég út í það að skrifa þessa bók eða mála þessa mynd til þess að byrja með. Og þá held ég að, þú veist, maður svolítið að rifjast upp fyrir manna. Það var ekki sko til þess að þóknast neinum. Það var bara impúls, sko. Það var bara impúls. Ég held að þessi impúls glatist allt of oft ansi hratt hjá listafólki og ég var kannski svona hvetja til þess að halda í hann og reyna að skilja það að jafnvel þó að það séu bara einhverjar 50 eða 100 ræður sem að fylgja því sem þú ert að gera, þá það þó þessar 50-100 ræður og þú átt við þær í rauninni eiginlega persónulegt samband. Það komu bara 20 manns að hlusta kynninga fyrir lestur Darwin sem upprunna tegundana. Þetta er það sem ég er að segja, sko. Þetta er það sem ég er að segja. Hann var náttúrulega bara að reyna að slá í gegn, sko. Þetta vísindamenn eru vissuleiti alltaf að því líka, slá í gegn í vísindarsamfélaginu, En finnst þér þetta að vera eitthvað nýtt eða þú veist, þetta er bara mér finnst ég finna þetta sterkar heldur en bara fyrir 20-30 árum. Þú veist, þú eru að taka bara dæmi, ég skil ekki hvað þú ert að segja. Hvað meir, þú veist... Til dæmis, bara, þú veist, bara eitt sem er bara mjög einfalt, ég átta mig á því að poptónlist berið sig grunninn snýst það að slá í gegn. Ég skil það. En mér finnst ég til dæmis finna það versus að það er svona einhvern veginn í þeim heimi, bara svona dægur tónlist, getur við sagt, þá finnst mér vera miklu meiri áhersla á það að kötta í gegn og ná frama heldur en að, þú veist, sinna listinni að gera eitthvað áhugavert með það form. En það tengist líka bara sko, listamenn eiga erfitt orðið með að fjármagna list sína. Já, 100%. Þeir svona hugsa bara, ég ætla að gera eitthvað sem slæri gegn til sig, geti gert 100% og það er annar þá faktur. Þess vegna held ég þetta sé að aukast að því ég held að sérstaklega í tilfelli tónlistar er að það er bara búið að skrúa fyrir alla tekjustrauma og þá er miklu auðveldara að vera bara einhver, þú veist, eitthvað andlit fyrir einhvern orkudrykk, sko. Þú veist, þá er það leiðin til þess að fá borgað fyrir að fremja þína list. En svo eru listamann svo mikil sellátt, maður er stundum bara, hvað ert að gera þarna, maður sér einhvern listamann. Nei, algjörlega. Ekkert að pæla í samhenginu. Nei, nefnilega. En ég held líka að ég held að við sem samfélag séum líka miklu, sko, séum miklu, hvað maður að segja, ég held þetta var ekki þetta var svo mikið tabú en það er allt búið að losna algjörlega það. Já, ég á erfitt með að taka alvarlega listamann sem er bara framlenging af einhverju gósdrykkjamerki heldur en einhvern sem er að
starfar algjörlega aðri listamenn að 100%, fórna samningum eða fórna jafnvel bara hætta með sinn feril til að boykotta einhvern málstað, þá alveg rosa gap þarna á milli. Já. En ég ekkert endilega að hugsa þetta bara út frá peningum, þetta meira líka bara þessi þrá í þessar viðurkenningu sem eru þetta bara mjög mannleg og skiljanleg, en ég held að ég held að við hefum svolítið gott að því að reyna að komast einhvern veginn fyrir hana og að því að ég held líka þegar hluti verða mjög stórir, þá glatast kannski svolítið þetta persónulega, það allt öðruvísi að fara á 100 manna tónleika eins og 10.000 manna tónleika, það bara ekki sama upplifunin og ég held að oft gefum við mikinn afslátt af þessu litla. Á sama tíma oft í einhverjum erfum mál svona eins og ákveðin krafa á listamenn að þeir svona hætti sínu boykottu sínu en eru kannski að reyna að framfleyta fjölskyldu líka. En svo þetta skrefi lengra kannski að fara að auglýsa eitthvað ísraelskt sjampó eða eitthvað, skilur við, þú veist þetta er þetta kvarði. Þú erum ekki að segja að ef þú ert að fara inn þessa brauta þá tapar þér. Hún hann að segja að markaðurinn komi ef þú fellur fram á tilbúðinu. Það muni veit það allt. Hann að segja ekki taka því tilbúði. Ég bara tala gildi gamalla bóka. Má ég ekki vera núna smá háflegra því ég er bara heimspekingur list er náttúrulega menning og einhvern tímann var ég að kenna heimspekileg forspelsvísindi það fíluna í háskólanum fyrir mörgum árum og mjög blautu bak við eyrun og allt það, en allavega ég fann upp á því að segja, ég fann þetta út úr Sigurði Nordal eitthvað, að menning er það sem gerir lífið þess virði að lifa því. Það bara allt það sem gerir lífið þess virði að lifa því köllum við menningu. Það bara ágætis skilgreining á menningu. Það bara í staðin fyrir okkur líðin svo þetta sé allt til einskis og við erum bara alltaf að vinna og þræla og gerum ekkert og höfum engan tíma fyrir okkur sjálf og gefur listin okkur eitthvað dýpra eða jafnvel oft bara einhverja samkennd, skapar einhverja svona hópa sem við erum að njóta eitthvað saman og erum svona fáum einhverja tilfinningu fyrir því að það sé eitthvað annað til og ég meina, ég man nú ekkert hvert ég ætla að fara með þetta en allavega ég meina í okkar samfélagi þá sem sagt bara menningin náttúrulega líka markaðsvara bara eins og þetta á amerísku, arts and entertainment þannig að leið og markaðurinn í dag miklu fljótur að kaupa hana upp og éta hana heldur nokkuð tíman áður og ójöfnuðurinn held ég orðin meiri, bara eins og í samfélaginu almennt, þannig að annarkvort verður súperstjarna á heimsmælikvarða og áttum náttúrulega bara, svo mikið af peningum að þau getur aldrei eitt eða þú ert bara að skrimta og reyna að búa til tónlist og fá einhver sent fyrir einhverja aura fyrir hverja spilun og allt þetta, það einhvern veginn það vantar svona kannski meira þetta milli stig maður finnur alveg bara, bara hafandi verið að skrifa bækur síðan maður var mjög ungur að þetta allt annað umhverfi í dag heldur var framan af þetta orðið miklu strembnara bara bækur seljast miklu minna þetta þetta alltaf forsendur en lagt var upp og líka bara að það fólk hlustar á bækur og þið fáið náttúrulega ekkert fyrir það og allt þetta, það bara eins og tónlistarbransanum þannig að það er svona auðvitað verið að taka af skapandi fólki einhverja svona, það verið arðræna það og það verið að reyna að stækka þann hlut sem að kapitalið fær með öllum þessum tæknilegu aðgerðum og það náttúrulega til að hverfa áttu til svona íslenskra menningar og Trump og Bandaríkjan og allt þetta náttúrulega Bandaríkjan hafa tökl og haldir í öllum þessari tækni þessum lénsveldi sem við erum öll í núna eftirlitskapitalismans og ég myndi skrifa til dæmis bara eitthvað skemmtilega skáldsögum þetta eða bara eitthvað svona djúsi og hún færi eitthvað sætunum á listanum, bóksölulistanum þá var ég allavega að selja helmingi minna af bókum en ég hefði gert fyrir 10 árum þetta alveg, þú veist, þetta Þannig ég mögulega hefur gripið sig einhver bara til að svara aftur því sem þú hefur ekki alltaf verið svona. Ég held kannski að sé meiri örvænting, það kannski aðeins svo sterkt orð en svona að fólk sjá engan feril fyrir sér í þessu og verði þá ígist kannski tilhneigingi til þess að vilja slá í gegn mögulega. En ég meina, bara eins og í listaháskólanum, þú veist, þú veist, ef við tölum til dæmis bara leikhúsið, þetta eru þessi 2 leikhús og svo á Akureyri, þú veist, þið kannski sem eru ekki eitthvað innst í koppur í búri í einhverju leikur, á þess að ég sé það nokkurn hátt, en þú veist, hvað sjáið þið þegar þið horfið þarna inn og bara hvað í gangi, hvað finnst ykkur verið í gangi? Þú veist, hvað eru þið bara, já, þetta nú bara
Mér leikur sem bara akkurat núna, bara, þú veist. Bestu sýningarnir eru í Tjarnarbíói, í litlu sölunum hjá stofnanaleikhúsunum. Það er þannig, en svona að keyra salina stóru finnst mér vera einhvern veginn sem bara lost. Þeir eru bara algjörlega lost. Fjármagnandi kassasýningar. Mín vegna mætti loka stóru sölunum. Það mætti, fyrir mig, mína parta, það mætti malbika yfir þessu hús og ég ekki að grínast. Það sem ég vil, það er að í svona 10-15 ár, það er bara malbika yfir þessi 2 hús og kæla þetta niður. Algjörlega. Bara goodbye, thank you very much. Bless. Já, bara, við erum að rugglast, nú bara kæru vinnir, nú erum við að rugglast. En það er alltaf eitthvað svona, svo mikill hátíðleiki í kringum þessi leikhús. Það vantar alltaf svona bara eins og sjábunni í Berlína sem fólk bara fór sér pulsu og kaffi og kemur í gallabuxum. Þetta er eina og eitthvað spennandi. Hann er reyna að hafa litlu salma þannig að það ekki. Hann er þar already, þú veist, þetta er, já. Já, ég held að ég sé þeim sem er sko bara, hefur mikinn áhuga á leikhúsi, alls ekki saman leikhúsið og tella alveg rosa mikilvæg nefnir sem svona gagnrýnir miðil og speil og okkur sjálf og allt þetta, en ég fer mjög oft í leikhús og finnst það ekkert æðislegt sko, þannig að, og mér finnst það svo erfitt að vera í leikhúsi og finna sýningin ekki góð, þá fer ég svo leikhúsi þarf að fá að vera miklu og þannig að mér finnst það mjög óþægilegt en svo bara þegar ég fer í leikhús og það er góð sýning ég er svo meðvirkur það væri mjög þægilegt fyrir leikara ég er komið með púðan einu sinni það þarf að fá að vera miklu meira flæðand og leitand og flex einhvern veginn og meira afslappað og ég var leikskóld í Borgarleikhúsinu 2009 eftir hrunið og þá var svolítið gróska, þú veist, það var alls konar svona bara heimildar leikhús eitthvað að takast á við það sem var að gerast og bara, þú veist, þarna rannsóknarskýrslan var lesin og þú veist, það voru svona leikrit sem voru bara beint inn í iðuna bara búin til á staðnum einhvern veginn nú maður ekki að sjá mikið af þessu núna þegar allt er bara eins og eitthvað absúrt leikhús einu sinni eða þú veist, svo eigum við ekkert fleira eða þú veist, ég veit ekki inn á gólfi hjá eða þú veist, það er ekkert Tjarnarbíó er náttúrulega vettvangur sem meikar eiginlega sens sko, því að það er svo mikil ásókn að vera þarna að þú færð kannski úthlutað bara 6 sýningum og það er eiginlega alveg sama hvort þú gangið ekki, þú verður bara að fara þegar það er búið, þannig að það vantar fleiri lítil svið sko. Það vantar fleiri lítil svið og bara sem græsótt og sem þetta það er ekki hægt lengur að fyrir kannski 30, 40, 50 árum að þá gætt fólk fengi inn í einhverju skemmu og eitthvað svona nú er út á túristasprengjunni þá er allt húsnað orðið svo dýrt að þú getur ekki svona fengið svona listamannsrekin rými eru miklu færri núna heldur en var fyrir sko 50 árum Agnar Jón hann sett einu svona bara leikhús heima hjá sér og maður bara farið þar og það var rosa gaman bara æðislega sýningar Ég fór einhvern veginn heiti Sigtryggs Magna svona líka á okkar sýningu á lokastíðin Við má taka upp það sem allir verið að segja því að ég sitt hérna stundum og að því að ég er verið að passa mig á því að vera ekki að tala um gamla daga en þegar ég var að koma svona til vitsu ára það var kynslóð undan mér sem að hafi tók svona okkur ákvörðun til þess að fá frelsi gagnvart svona samfélagi sem var verið að tróða okkur inn í eitthvað svona tiltekið mót að það svona, menn hætti að klippa sig menn gengu í notuðum fötum sem engi vildi nota þannig að menn ýttu frá sér svona veraldlegum gæðum til þess að fá frelsi í staðinn og ég hef stundum verið að velta fyrir mig hvort að þessi hugmynd að búa til bara svona counterculture til hliðar hvort að hún sé kannski veikari núna heldur hún var fyrir 50 eða 60 árum síðan. Miklu. Heyri, ég var að fá hugmynd. Já, af því að þá var það þannig að fólk vil fá frelsið, en ég vil líka fá veraldlega gæðin. Já, algjörlega. Bara, þú veist, ég ætla að gera eitthvað geðvika sýningu, hún er svo, þú veist, en ég er bara að bíða eftir, þú veist, listamannlaun að koma út núna, ég er bara að bíða. En þú getur spurt 6 ára barn, þá myndi segja að þetta gengur ekki hjá þér, þú verður að velja hvort þú vilt. Já, nei, við erum, ég held að þetta sé hafi eitthvað með, þú veist, menntun í þessum litla skóla sem við eigum hérna, listaháskóla, eða eitthvað, það er einhver villa þarna, af því að við erum öll prógrammeruð svona, þú veist, við viljum græða ógeðslega mikið, við vitum samt að við erum alls ekki að fara að gera það, en ég vil bara gera frá hjartanu og ég ætla bara að segja það sem mér finnst, en ég er bara að bíða eftir peningunum og svo bara fer ég af stað. Ég held einu sinni útskriftar að ég hafa nefnt þetta, var svo góðan endurskoðand og taka eitt kúrs í viðskiptafræði og reyna, að það er líka svo auðvitað að arræna listamenn, þeir kunni ekki á neina samning oft og samningar er orðin svo flóknir. En þú byrði í samfélagi, þar sem ef þú gerir eitthvað út frá hjartanu þínu, þá myndi ekki græða það. Nei, það er alveg svolítið. Ef þú vilt græða okkur, þá verður að gera út frá hjarta þessum á peningin. Já, þess vegna langar mér svolítið að fara bara OnlyFans.
En hérna, ég ætla sko, það er ein hugmynd sem við getum ef við að koma einhver oftar, getum við fengið að semja útvarpsleikrit hérna. Þá verður þetta rosalega. Þetta tilraun En það sko með mitt, sko fólk útvistar alltaf virði eigin verka til markaðarins. Og það svo sorglegt sko, að þaðan þurfi einhvern veginn gildingin að koma sko. Og ég held að þess vegna held ég líka, ég alveg agitera fyrir því að ég meina í þessu að bara það sé bara allt í lagi og bara kannski bara flott fyrir listum en að trýta þetta bara meira sem hobby. Ég svo mikið komin þangað. Bara þetta bara fucking hobby. Þetta bara æðislegt. Ég ætla að skrifa hérna ble og það bara þú veist og fólk eitthvað, nei þú ætti ekki að vera að segja tala svona niðurtíðin, tala svona niðurtíðin. Já, en það einmitt, sko frelsa hobby. Maður vaknar á mótnana bara, auðviki. Nei, ég ætla ekki að tala niðurtíðin, þetta ekki hobby, þetta Ég held að þurfum að frelsa sko hobby sko frá því að það sé einhverja neikvæðar konnotationir við það sko. Það bara flott og það bara það sem gefur lífinu lit. Það að sko, það Sigurður Nordal, það menningin að Sigurður Nordal sko. En það var hérna einu svona kall hérna fyrir ekkert svo mörgum ára sem sagði þessu úr Nóbelsverðlauna hérna bókmenntanefndinni. Já, hafði hann verið að klípa í einhverja stelpur eða hvernig var þetta? Hann sagðist bara að þú veist fannst það bara vera allt orðið það sama, það var svolítið bara mótmæla bara allir þessu 100 komu sama sömu ritlistaskólanum, sömu styrkjakerfunum, sama þú veist, hann bara nefnt ekki taka þátt í þessu lengur. Já, og stundum slær maður í gegn með því að gera eitthvað sem alveg verulega róttækt og maður heldur einmitt sjálfur að maður sé að gera eitthvað. Ef maður alveg skýtsamur peningarnir, samt slær maður í gegn, sko. Það gerist í tónlistasögunni og líka rittöfunda. Þau óhöpp geta orðið. Já, en ég meina, einmitt mjög mikið náttúrulega bara, segjum bara rappið eða eitthvað, hérna, bara NWA eða eitthvað sko, ég meina þetta náttúrulega eins og við þekkjum þetta akkurat tekið og gert að einhverju rosalegri markaðsvöru hérna, en við erum bara, þú veist, við erum útivelli sko, það óvinnurinn sem á leikvöllin sko, þannig að við ráðum ekki reglunum sko. Þess vegna verðum að vita hvað hlutur við ætlum að hafa í leikritinu sko. Ef þú ferð bara óvissum það endar þú sem trúðurinn. Ég mjög hrifinn af vangaveltunum svona counterculture og reyna að kúpla sér frá og svona, ég held að ég dálítið mikið bara svona obsessed af þessu, ég meina samanbretta með samfélagsmiðlana og allt það og svona einhvern veginn að reyna og líka umhverfismálin, ég meina ef maður ætlar að taka það alvarlega, það fréttir og svo mynd sem þó allavega ef maður leitar nægilega vel, þá finnum maður mynd sem dregin upp þar og sem að þýðir að við þurfum að breyta lífsháttum okkar og svona, og eitt af því alvarlegasta við Trump að hann náttúrulega bara boðberi þeirra sem vilja ekki breyta neinu og hérna, þannig að ég held að sko rauninni kalli samfélagið vissuleyti á allt öðruvísi menningu sko og svona meiri, ég veit ekki hvað að kalla það, nægjusemi eða eitthvað slíkt sko. Bara 100%. Bara meira hobby og ég ætla að fara að segja sko hérna svona félagsleg grunnlaun eða svona hérna borgaralaun, universal basic income sko, það sú hugmynd náttúrulega mjög skemmtilega á margan hátt meðal annars vegna þess að þú veist þú átt að geta að lifa af þessu og þú bara færð þetta bara leið og þú ert nær einhverjum ákveðnum aldri eða bara þess að frá fæðingu eða eitthvað þá bara þarft ekki að vera einhver áhyggjur að hafa í þig og á, þú getur bara einmitt verið bara í og svo þið langar svona rosalega í Porsche þá bara ferðu, tekur vakt í bankanum sko. Já, akkurat, þá bara ferðu en hérna, allavega þú getur þá í sjálfu sér litið á list sem hobby en það væri samt ekkert hobby, það væri bara það sem þú gerir og lítur svo að ég er á borgarlaunum og það bara, ég skapa list og það geti haft mjög frelsandi áhrif. Nefnilega, og sko bara að því þú spurði mig hvað ég titlaði og ég var nú eitthvað að grínast með þú var eitthvað að ráttitla mig og svona, en sko ég er búin að ákveða hvað ég vil kalla mig sko. Ég er svona eilíðar amatör sko, sem er bara alltaf, sem kann ekki neitt en svona er tilbúin að reyna allt og svona sjá hvert að leiðir sko. En allt múlið mann. Já, en svona meira sko amatör, ég veit ekkert hvað ég er ekki eins og allt múlið mann sko. Ég er bara svona að leita fyrir mér, þreifa fyrir mér í myrkrinu. En amatör ekki þá sem elskar það sem hann að gera? Það nefnilega málið. Það sá sem elskar það sem hann að gera, sko. Það eru visslega svona andansmaður, sko. Þetta, svona, ég held að... Þetta er mjög neikvætt orð samt. Já, vera amatör. Hann ætlar að endurvekja það. Já, hann ætlar að taka skammaryrðið og endurvekja það. Á frönsku er þetta mjög jákvætt orð, sko. Það er bara áhuga. Þetta er amar, sko. Sá sem elskar það, sem hann gerir það bara ástin. En Björn, þú ert að leggja til hérna borgaralaun, þannig að þú kemur með eitthvað úr peningalega heiminum og ætlar að setja svona grunn undir hann. En getur ekki verið að allir sé bara að biðja að sé bara einhverju aðrir verðleikar sem eru metnir í samfélaginu. Það sé ekki bara að hvort ég slá í gegn og ég meiki það og ég í Porsche og allt þetta. Heldur bara að ég sé bara að gera eitthvað sem er einhvers virði, kannski bara fyrir einhvern, hvað sagði 50? Já, en það er náttúrulega ansi leiðilegt ef maður síðan bara sko býr á götunni.
þú veist já, ég meina þetta er ekki alveg einfalt en ég held einmitt að þú veist það þarf að vera til staðar einhver nægjusemi en það þarf líka að vera til staðar einhver botn sko sem við erum búin að koma okkur saman sem samfélagum að fara ekki þú verður að taka það ákvörðun sem þú ert að hvetja fólk til þess að taka áður hún færð borgarlaunin hans ekki? Jú, en til dæmis bara en ég held að, þú veist, en svo er það bara svo kennir bara neyðin eftir konu að spinna og bara fólk verður að auðvitað bara hafa í sig og á en það er þá bara að það sé ekki að hengja það í hitt og það sé þá bara fært að skilja alveg í sundur, þetta er bara brauðstritt og þetta er hitt sko sem ég lifi fyrir. En svo núna, ég er náttúrulega bara eiginlega ekkert búin að sofa í nótt að því ég var að lesa þessu mörgu. Sem gallið við það, mjög margir kostir. En þú veist, þannig ég er ennþá með hausina sinni og maður les hana allt öðru sem hann er fullorinn heldur en þú veist áður og það var þetta Arnaldur er ekkert nema bara eitthvað draumar og bækur og svo í endanum er það hún sem eiginlega skilur hans fínlegu tilfinningur og sín eiginlega betur en hann. Þú veist, ég fór bara eitthvað heilnæmlega staði og tala brauðstritið og listina einhvern veginn og það er það sem ég hef bara ekki fattað fyrir ég lest í nótt. Já, ég minna sko, brauðstritandi stéttir, það er náttúrulega best að þær hafi svona eitthvað smá umburðandi gagnvart þeim sem eru svona meiri sveimhugar og svona amatörar sko. Og þetta tvennt getur bara að fara saman og reynir bara allt saman, ég meina við erum bara ólík og allt það. En já, ég meina þessi borgarlaun eru náttúrulega bara til þess gerða svolítið svona fletja eða setja henni nefnilega grunn, þetta er náttúrulega ekkert eðlis ólíkt bara almanna tryggingakerfum og slíku sko aðeins að létta af okkur pressunni í brauðstritinu og listamennska skilgrind sem föllun listamennska skilgrind þá þetta er ekki bara fyrir okkur öll bara veist, skilur samherjamenn myndu fá það líka sko því miður en þeir getur bara þeir kunna svo vel að fara með peninga það fá allir já þannig að þetta er náttúrulega líka bara vissuleiti til að bæta þá samningsstöð okkar líka gagnvart En varðandi atvinnuveitendum þú veist það að tala um eins og list sem hobby bara þú veist þá er það líka þessi spurning þú veist sem maður er iðulega spurður að hvar sem maður er hvað ert þú að gera núna eða þú veist hvað verkefni núna er í gangi og ég er svo oft svona einhvern veginn staðið fyrir framan þetta og ég bara þú veist ekkert og láttu mig í fokkin friði vitið hvað ég meina en það er inn í manni það er inn í manni skömm og inn í manni einhver aumingiðinn og eitthvað að standa fyrir bara það er bara ég er að fara í sund skilurðu eitthvað vinkonum mín eitthvað ég er að koma í samstöðuna því ég hef náttúrulega ekkert að gera vitið hvað ég meina hér kemur bara fólk sem eru ekkert annað að gera am I right? Klukkan er 1 tannhjóla atvinnulífsins erum við að snúast ekki út á okkur hér kemur fólk sem eru enga tapanum að hlekkjunum en sko list að vera eitthvað kallsi listamanni að vera praktiserandi og það er líka ákveðin lífstíl af því að þú ert einhvern veginn utan við kerfið og ætla að vinna bara sem og það er einhver svona hugsun í því sem er svo dýrmætt. Ég myndi til dæmis vilja sjá miklu meira listrænt take, ég bara eins og pólitíska list í blaðamenn, sko, heldur henni hér. Þú veist, þetta er bara svona, og maður sér það miklu meira bara í Skandinavíu eða Þýskalandi, það er eitthvað svona, en hérna eitthvað er þetta allt svo aðskilið, niður einhvern veginn. Menn eru pólitískt take í blaðamenn, sko? Já, sko, bara svona eins og list, bara eins og pólitísk, bara gjörninga og bara svona Mér finnst það talandi eins og stofnanalíkusinn, að það var náttúrulega á tímabilið þar sem að bara vildi svo til að auglýsingamarkaðurinn keyrði áfram almanna þjónustu sem oft var í eigu einkafyrirtækja sem var fjölmiðlun og svo hrundi bara það businessmódel undan okkur. Og þá lendum við sem blaðamenn náttúrulega ykkur bara allt öðrum stað og ég velti fyrir mig þá þarf maður bara að fara aftur fyrir massamarkaðinn og búa bara til eitthvað sem á fjölmiðla voru þá. Ég meina Einar Ben gaf út sitt blað og hitt og þetta var bara ekki gert af öðrum hvötum heldur markaðslegum. Já. Og mér finnst þetta bara no brainer sko og þess vegna sittum við til dæmis hér. En ég næ ekki alveg hvað árvakur og sín og hvað eru þeir að þykjast að halda gangað einhverju sem að vita allir í heiminum að þetta er farið. Já. Og til hvers þetta viðhalda kommersial blaðamennskunni ef það sko efnaðslega forsendur fyrir hann eru farnar. Akkur býr ekki bara til blaðamennsku sem er byggð upp á hugsjón eða ákefð eða þetta er oft svolítið svona heiladautt bara þú veist tekin og þessi rosalega framleiðsla og endurvinnsla á einhverju sem er þú veist það vantar alltaf bara en svo heldur það eitthvað sem biðja en það er ekki að biðja
Ég bara fólk heldur þá að þetta bara eigi að vera svona eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að það sé akkurat það, fólk heldur að það eigi að vera svona. Já. Þú veist, vísir.is eða þú veist, bara, ef það kæmi allt í einhver, svona listrænt skrifaðar pælingar, þið viti, þú veist, hver haldið það myndi klikka það? Kannski við, ég veit það ekki, not even, eða þú veist, af því að svo eru allar hinna fréttir Gagnrýni Jónasar Sen mikið lesin. Já, af því að það verið að gera grína honum. Am I right? Jú, eða þú veist, ég opni þetta því ég ætla að sjá hvað hann að segja. It's a funny one. Já, en ég held að það samt spéðist nú ekki að honum allavega alltaf. Til dæmis var þetta þess að bara MC Gauta, hann að jólatónleika, það var held ég, það náði traksjón út á það bara að þetta bara var eitthvað sem að hitti í mark og fólk skildi. Já, þannig skildi ég það allavega, sko. Já. En þetta samt allavega... Ekki að þetta væri fáránlegt, sko. Heldur að þetta væri satt. Er miklu meira notuð og lesin heldur en fólk almennt heldur. Já, ég meina, ég held að maður sjá það... Lestur og áhorf á menningu er miklu meiri heldur en fólk almennt. Þetta er svo svipað maður alltaf hlusta á það. Það er margir sem halda sig engin í kirkjum á sunnudum. Keyrið bara Reykjavík og skoðu. Þú varst með jarðarfara gagnrýni. Nei, ekki messugagnrýni. Já, ég var með það. En þegar ég var ungu blaðamaður þá var þessi kenning á lofti, það væri enginn í kirkjum. Og við skipulögum það að bara telja hvað eru margir í kirkjum í Reykjavík. Bara fullt af fólki. Maður sér þetta með menninguna mjög vel á RÚV ef það er nokkuð að marka þannig alltaf svona mest lesið. Það er eiginlega alltaf einhver allavega menningar frétt eða svona, sem er bara eitthvað viðtal og svo er búið til eitthvað klikkbeit á viðtalinu og fólk lesi þetta greinilega, alltaf klikkar á þetta en það er alveg rétt, þetta er svona eitthvað sem maður getur svona huggað sér við svolítið að það er töluverð eftirspurn eftir þessu og svo náttúrulega eins og þetta með Jónas Sen og MC Gauta, sko, það er ennþá svona smá heitt í kolunum í menningunni, sko, það getur eitthvað gerst sem að bara þannig að það virkilega kviknar eitthvað smá bál og fólk hefur áhuga á þessu, fólk tengir sig við þetta og fólki er ekki samum þetta og fólk vill til dæmis að við séum að halda út í runni, já við erum náttúrulega svo rosalega metnaðarfull, við viljum vera með rosalega flott leikhús og bókmenntirnar okkar eiga þetta að vera bara heimsmælikvarða og allt þetta, við viljum það og þess vegna erum við svona, við tengjum þrátt fyrir allt tengjum okkur við menningunum nokkuð sterklega, sko. Já, ég meina þú veist öll þessi umræða þú veist Hamlet, þetta var bara stórmerkilegt að það sé bara fullt af fólki að tala um það, sko. Þannig að, einmitt, þetta er lifandi, en þetta samt, sko, mætti þetta ekki einhvern veginn gerast ofta. Fólk þarf að vera rosalega ósamála til þess að þetta, sko, fari á loft. Sem bara heitur Hamlet. Já, það þarf eitthvað... En ástæða fyrir að þið eru hérna er að ég hef þá trú að við þurfum einhvern veginn að endur nýja menningarumræðina. Það er svona svolítið föst í svona einhverju kilju. Vildir þú fá akkurat okkur til þess? Já, svona fólk til þess. Draumaleiðir. Hvernig við eigum að ræða menningu. Þú veist að því að það er, þú veist, gagnrýnina og höfundaviðtalið og margt af þessu en það er steingelt form. Já, það er bara það, sko, það er rosa mikið oft svona eitthvað, þetta er svona skylduefni kynningar, þess vegna er svolítið erfitt að vera, þú veist, þess að vera ritstjóri menningu, það er svo mikið, sko, sem er svona, ef þú ætlar annað borða vera miðill með menningu, þá kemur svona stór krafa, þá bara vera að fjalla um allt og þessi hugsun hér bara að segja að þurfum bara að tikka öll hól með einhver ákveðin kynningar við til eitthvað sem er rosa þreytt efni. Það sem bara eitthvað, og svo séð bara dómar, en málið er bara blaðamennska býr upp á svo mikla sköpun og þú veist, þannig á hún svolítið að, hún þarf að vera svolítið teik. Já, og byrja bara hver dag á nulli, sko, þannig við komum bara saman, hvernig gætu við fjallað íslenska menningu í dag? Ekki vera að, þú veist, að fylla í ykkur box og taka hérna þessi höfundaviðtöl sem eru, af því að fjölmiðlunum sem er svona stefnumót og þetta er að sömuleyti þá mætir höfundurinn tilbúin í höfundaviðtal eins og það hafa verið, þá er eiginlega svona birtingasagan kemur og þú ert alltaf með hana. Í stæðan fyrir kannski með einhvern höfund og hann er með eitthvað svona verk og eitthvað og í stæðan fyrir kannski setja verkið í eitthvað samhengi við eitthvað sem er að gerast í samfélaginu eða eitthvað þú snýta það sem, þá er það kannski bara hefur þú prófað þú tímann að reykja hass Ég meina það er bara smá eins og Kolfinna Nikolásdóttir leikstjóri Hamlet, þú veist, hún mætti bara með byssur einhvern veginn og bara fór af stað sjálf líka með sína, þú veist, prómótera sína sýningu og þú veist, höfðu allir svona mikinn áhuga á Hamlet út af því að þetta er Hamlet? I don't think so. Nei. Þú veist, það er út af umræðinu sem var komin á stað og var í kringum þetta. En það er líka svolítið sem að kannski bara margir listum gætu verið meira götuvísir í. Það er, þú veist, að
setja sjálfur kveikjurnar út af því þú veist, það sem þeir oft segja kveikir hugmyndir einmitt í þá áttina. Akkurat. Og bara þú veist, búa það svolítið til sjálfur. Já. En svo umræða, fór hún ekki svolítið út í það að það hérna Kolfinna, ung listakona og svo Jón Viðar, gamall fuskur og maður þarf einhvern veginn standið fyrir því að þeir alltaf verið að tróða okkur að það sé bara 2 kostir sko, þannig að maður þurfti að velja eftir tím Kolfinna. Varst þú tím Kolfinna eða Jón Viðar? Ég tím Kolfinna sko. Já, þetta líka einhvern veginn drepur svolítið speysi að þetta tala því einhverju öðru Já, bara Símon Birgisson og Jón Viðar og svo hvern hitti Jón Viðar í pottunum og hver sagði hvað Já, akkurat En ég hef verið með leikhúsfjöllur hérna, þá fer ég í leikhús og svo fæ ég aðstandunarnar sem er svona svindl, af því ég veit bara að fólk sem er að setja upp sýningu þau hefur náttúrulega rætt alla hliðar verksins á tímabilinu. Þannig að maður þarf yfirleitt bara að kveikja aðeins í þeim að þá fær maður sko ótrúlega vel þjálfaða umræðu. Það er svo gott að hafa þau mörg saman og bara fer hún í gang sko. En ég talaði við hérna Kolfinnu og hún vil þá koma bara með sinn Hamlet og Statistanna 6 sem að voru í sýnumri. Og ég sagði, ég nenni því ekki. Ég gæti að okkur annar vilja og þá móðgast hún og kom aldrei. Svona þetta. Ég hugsaði að kemur einhver leikstjóri og allir halda áfram með leikritið uppfærsluna. Já, þú hefur náðið ná einhverjum góðan degi hana. Já, en svo bara minn ég að það væri gaman að fá að vera með útvarpsleikrit hérna. Já, það voru eitthvað. Já, það mætti vera meiri útvarpsleikhús. Ég skil ekki akkur hérna RÚV ekki með daglegan menningarþátt, ég bara skil það ekki. Ég bara skil ekki hvernig það er ekki þannig. Nei, ég meina fyrir ekki, ég meina sko sjónvarpið. Já, nei, náttúrulega Rás 1 Það eru innslög í Kastljósi, eða ekki? Jú, svona stöku sinni, en það er verið að segja mér að hverjum einasta degi hver vann í 3. deild í einhverjum norskum blagleik, sko, þú veist. En það er svo mikið með RÚV, ég var í Grænlandi í síðustu viku og var á blaðamannafundi og sko 100 og eitthvað blaðamann þarna og þú veist það var bara eitthvað hérna New York Times, Financial Times, hérna eitthvað pólitíkan, það var enginn frá RÚV. Þau eru að fara, Lóa og... Já, ég veit að þau eru að fara núna, en það, þú veist, af hverju voru ekki þarna? Þú veist, þetta voru alveg bara margir dagar sem hann var allt og hann var búinn að fara, hann Indriðason, hérna... Já, Hallgrímur, já. En þú veist, þetta var bara eitthvað risa gafnaður allt var að gerast og það var bara enginn frá Ríkisútvarpið, þetta er þetta nágrannar okkar. Já. Þetta var eitthvað svona pínu aulalegt. Ég vil hafa hverjum degi, bara svona einhverja móla á menningunni og allavega það og svo vil ég hafa líka, þú veist, miklu ítalegri menningarþætti í sjónvarpinu, sko. Mér finnst þetta bara mjög skrítið hvað það er. Er ekki bara mjög langt síðan að þau verið, eða þú veist? Jú, er það ekki? Eða þú veist. Ég man alltaf eftir eitthvað þegar ég er úlingur, einhverju svona... Já, það var þarna Mosaic og hvað heit ekki, reglífarnar í New York, var það ekki eitthvað svona menningar einu sinni í viku bara. Já, en samt alveg 40-45 mínúna þættir manni og maður var bara að horfa. Já, algjörlega. Svo Vaka þegar ég var yngri. Þú mætti þetta vöku. Við sem eldri erum. Já, byrjaði með svona flautum, suður-amerískum flautum. Já, pannflautuleik. Setti mann í stellingar. En líka bara, sko, ég veit alveg að þú veist, það er náttúrulega, þú veist, plögg er eitt, já, þú veist, að kynna menningarviðburði og menningar umfyllur en annað, en meiri sé bara svona lítil, ef maður bara, þú veist, að ég hef oft haldið einhverja viðburði og maður fær svo oft sko svarið ofan á RÚV og ég held að það sé satt, ég held að sé ekki bara verið að segja mér að, ég held ég geti lesið á milli, sko, en þegar það er sagt, já, við erum bara ekki með neitt tökum allir að koma og taka þetta 3 mínútna viðtal en ég meina, þú veist, ég skil ekki hvernig er þetta með tökumennina í blagsölunum, eru þeir bara það er nú oft bara, þú veist, hafandi unni á svona sjálfstæðum miðlum að þá er maður oft bara með RÚV bara með allan þann aðbúnað og aðstöðu sem þeir eru með, maður er svo oft bara að byrja, akkur er ekki búið að, þú veist, gera þetta væri svo lítið mál eða þú veist En hérna viðsjárverðu tímannir. Ég byrjaði eitthvað að tala um að það er líka svona breyting á sjálfsmynd okkar, eða ekki? Við náttúrulega erum að gangi í gegnum tíma sem að við erum að koma út úr svona einhverjum svona, ég veit ekki, húmanísku tíma eða sem einkenndist í svona mannréttindum og einhver leyti erum við að fara inn í tíma sem er það síður. Það er eitthvað leyti held ég að sé aðgaldandi svona hverju svona stað okkar í samfélaginu að við erum að koma út úr gríðalum einstaklingshyggjutímum sem að ég held að hljóta að vera bara algjörlega gjaldþrota á öllum sviðum þannig að þá þurfum við einhvern veginn að endursemja svona einhverja sjálfsmynd hverju stað okkar í samfélaginu
og einhvern tímann var þetta hlutverk listarinnar, til dæmis í rússnesku byltingunni, þá voru fúturistandir á fullu við að velta fyrir sér sko hvernig verkalýðurinn þegar hann orðið frjáls, því að við þurfum einhvern veginn endurskapast í hérna byltinguna, við getum ekki komið bara sem þrælarnir og ef við sem þrælarnir alltaf voru stjórna ríkinu þá endur við náttúrulega sem harðstjórar. Ég minni bara á Sölku Völku sem að fjallar þetta. Já. En finnst ykkur listin vera svona í ykkur svona ákafa í umræðunni, hún svona... Nei, mér finnst bara doði, það er bara, mér finnst allir dauðir. Allir dauðir? Já. Mér finnst bara allir bara vera einhverju zombies bara, eða þú veist bara eitthvað. Það er mín 100% tilfinning fyrir bara, þú veist, þetta get ég ekki sagt eitthvað, allir í list, en bara mjög, svona, það sem ég sé og nálagt og bara allir bara eitthvað yes sir, eitthvað á sjálfstýringu já, ekki kannski einu sinni ekki einu sinni það nei, bara eitthvað en þetta er bara svolítið svipað með listamenn og blaðamenn þú nenn bara, þú veist, fyrst fer út í þetta rosa og svo ætlar bara eitthvað að fara að eignast börn og eitthvað líf og það fyrir að vera svona hversu mikið ætla ég að hætta mér þarna fram og bara engan pening, þú veist, það líka þessi veruleiki. Já, en ég meina... Og þá fara blaðamennir að gerast almannatenglar og listamennir eitthvað fara í menningarstjórnun og bifröst og eitthvað... Já, eða auglýsingastofur eða eitthvað. Já, en ég meina, þú veist, fullt af góðu með hugmyndum og fullt af flottum verkum, þú veist, en bara, þú veist, fólk hefur ekki áhuga, húsin hafi ekki áhuga, þá er ég nú kannski að tala með eins og leikhúsið, þú veist, það er bara ekki pláss, þú veist, þið vitið. Þetta er ekki að græða nú. Þetta er ekki, það er ekki nú... Og fólk gefst upp? Já, eða bara eitthvað, ok. Á 18. neginu, eða? Já, eða, þú veist, það var rosalega líjandi að fá nei, trekk í trekk. Á endanum náttúrulega bara hætti fólk að spurja. Já, þetta, algjörlega. Þetta er náttúrulega svona spennandi tímar, sko, hvað sem við erum listafólk eða ekki, sko. Ég meina, það er náttúrulega bara allt á hverjandakveli og ég meina eins og bara þetta með afstöðuna til Bandaríkjanna, bara veist, í alvörunni. Ég meina, hvernig ósköpunum ætlum að halda áfram að dýrka þessa þjóð, ég meina, eftir það, allt sem er að gera, sko. Þannig að einhver leiti, já, við þurfum að hugsa samband okkar við Evrópu. Heldur ekki treyst á þessa þjóð, sko. Já, og Evrópa er náttúrulega svaka endurskoðun líka og er vissuleiti bara átt að sjá því að hafa verið allt of nátengt þessu bandaríska ríki og treyst alltaf mikið á það en svo bara svona hnattrænt, ég meina það eru auðvitað bara breytingar í gangi og innflytjendur og fólk að reyna að komast hingað í hinn meira velmegandi hluta heimsins og meðan við höldum áfram að arðræna bara Afríku og stela jarðefnunum í Kongo og allt þetta annars að borga fyrir það og svo framvegis, þannig að svona, þetta er alltaf að verða svona meira við getum ekki lokað augunum fyrir þessu öllu og Gaza náttúrulega bara er svona enn einn sönnum þess að ef við heldum að værum eitthvað svona æðislega fínt og réttlátt kerfi í heiminum eitthvað sem eitthvað svona alþjóðlegt réttarkerfi og eitthvað, það er alltaf öll svo blekking algjörlega farin. Svo er allt svo dofið, þú veist, það var einhver frétt auðvitað eru við dofin, þetta er alveg ótrúlega svona eitthvað Trump Netanyahu í nýjársveislunum sína, þú veist og friðarráðið, sko og friðarráðið, Netanyahu, Putin, og það er kannski hluti sem þú ert að tala þú veist, það er búið að eitthvað normalisera fyrta hluti og þá hlýtur listina að þú veist að geta komið hjálpa okkur að reagera, sko. Það er svona eitthvað við það, þú veist, það verður eitthvað svona máttlist, það er bara sama hvað ég geri það sama hvað bara við þurfum rosalega mikið að hlæja núna, það þarf að búa til leikhús sem er sprengklægilegt bara revíur af því að revíur eru bestar þegar veruleikin er svo kvikmyndasjóður til dæmis er ekki að styrkja til dæmis einhverjar gamanmyndir eða djók eða, þú veist, það er bara þungt, nauðga, drepa, þú veist, eitthvað hér, yes, gjör svo vel, money, þú veit, það er alveg ótrúlegt. Miðaldra skeggjaði karlmenn og sauðfé. Þetta er bara, þú veist, að húmor er aldrei með, sko, það er alveg mikil kunstaklega góðan húmor eins og gott ljóð, þú veist, þetta er bara svona blæbreyðalist, en annað þykir miklu svona, fínna, já. Það var revía í Borgarleikhúsinu í haust, skammarþrýðningurinn. Það var eiginlega revía, sástu það? Nei. Ég myndi segja að ef ég ætti að segja hvers svona leikrit það var, þá var það eiginlega revía sem að var eiginlega innan úr þessum svona anti-Vogue tímum sem við erum
Svo var líka íbúð 10B eða hvað heitir Óla Jóhann og Vesturport, ég sá það og átti bara engar væntingar, mér fannst það bara mjög fínt og ég hló bara heilmikið, þetta var bara heilmikið svona katharsis sem maður fékk það sko. Það var aðeins svo mikið svona borgarastéttarlegt fyrir mig. Já, það var samt undir niðri, það var mikið undiralda í verkinu sko. Það? Já, mér fannst það alveg að taka sko. Það var einhvern tímann þegar það var allt vitlaust í kaupinu út af spennun út af skopmyndunum og Muhammed og Hermannum í Írak og allt þetta. Það var einhver svona refi á Nörrebrú sem að bara verið að gera grína Hannes Fogh og George Bush og fólk bara það lá í hysterísku hláturskast. Þetta var svo mikið spennu einhvern veginn. Léttir en líka eitthvað svona staðfesta skynjun fólks. Þú veist, þetta svona hlægilegt. Þetta svona... Eins og flest sem við erum að horfa á svolítið hlægilegt, sko. Eins og við tölum við, utanríkisráðherrann Þorgerði sem að tala eitthvað þegar hún þetta fyndið, sko. Allt sem hún segir, sko. Að tala að við megum ekki vekja athygli á okkur eða svoleiðis. Það þyrfti eiginlega bara að fá okkur leikurinn til að setja þetta upp og þá þetta bara hilaríu fyndið, sko. Þegar hlutir eru sagðir sem eiga ekki stóð í veruleikanum eða þú veist, þeir eru bara, þá náttúrulega finnst okkur að fyndi það er bara viðbröðin okkur bara En þannig að þurfum við nýja spaugstofu, erum við að segja það? Já, það er alveg, við álíktum það. Það kynslóðin sem kemur á eftir sem að hættir að hýja á keisarann og fyrir að hýja á almenning, hvað almenningur er hallarslegur. Sá tími líklega búinn núna, nú verðum við að fá ykkur til að hýja á keisarann. Eða svona, væri bara svona karm, svona andspyrnu rústnæst, eitthvað, bara kom kona og leit út gluggann og datt út af því hún var svo forvitin og svo bara kom 10 konur og dett allar út gluggann og svo bara sagði hann búinn. Þetta er að koma? Já, þannig svona getur útvarpsleikhús að fara einu. Dari og Fó, sko. Sem er sami á staðnum út Herðan, það sem þú ætti að segja, því að ég talaði við börnum mín stundum og elsti er 41 og hann segir stundum við mig pabbi, þetta er ekkert svona, ég meina, fólk vil bara hafa þetta þægilegt og þá var hann svona sömuleyti að tala eins og þú, svona ákveðnum vonbrigðum með svona fólk sem er á hans reki. Að það er bara engin svona, eins og eldmóðurinn sé farin eða kannski vantar eitthvað svona annan tilgang heldur en peninganlegan eða eitthvað. Þannig hann er eiginlega að lýsa því að fólk sé bara orðið svo dauft, það vil bara vera og sjá kannski eina seríu og þú veist, láta mata sig svolítið og ef fólk er ekki til í að, þú veist, ef þú tekur fánan og hleypur eitthvað, það eldir þig enginn, sko. Nei. Já, ég Þú ert að lýsa því? Já, ég bara stend með því, held ég, bara, þú veist, ég veit ekki, ég er 40 ára og ég á 20 dóttur og oft einmitt langar með að hrista hana, viti, hún er bara æði, hún er bara að gera sitt, en maður er eitthvað, hvað ert að gera í raun og veru? Bara eitthvað, en þá er bara, þú veist, ég veit ekki, það er auðvelt, kannski, það er verið að vinna í skóla og í gymminu og djamma smá, samt bara smá, ekki rosa mikið. Svo eru seríurnar koma á færibandi. Svo koma þær og svo er farið í sund og gufu, svo er hort á aðra. Ég veit ekki. Er þetta verra? Ég veit ekki. Er þetta betra? Er þetta verra? Er þetta hræðilegt? Það verður eftir ykkur þú ert að hrista hana með... Já, það verður skarrað og verður bara almennilega í djamminu. Djammaður! Nei, já, ég veit ekki. Nei, mér finnst bara doði í kringum mig bara allstaðar, hvort sem fólk er í einhverju, já, þú veist, kannski flestir í einhverju lista tengdu, en bara eitthvað svona... Og kannski eitthvað vonleysi. Það er þetta sem ég er svolítið að reyna að ná utanum með stöð okkar í samfélaginu, hverjum skildur okkur eitthvað fleira. Ég held að séu öðruvísi í dag heldur en þegar ég var. Ég ólst upp við að, ég var alin upp að kynslunni sem ætlaði að byggja upp Ísland, sko. Og fólki sem er aðeins eldri ég, það fór í nám, kom heim til þess að bæta Ísland, sko. Og ef fólk á mínum, ég get hitt fólk sem er kannski búið í 40 ára í útlöndum, ef ég hitt ekstra í útlöndum, það byrjar að tala hvernig með bæta Ísland. Þið kannast við þetta? Bara bang, bara byrjar strax. Ég hef bara ekki heyrt þetta. Nei, ég held þetta að dáið út. Bæta Ísland, þú veist, fólk bara, Er það að meina, já, sundlauga, já, gufan í Vesturbælar, hún er æðisleg, það er bæting, we like that. En þú veist, ég hef ekki heyrt,
ég heyri þetta ekki. Ja, þetta vonleysi náttúrulega mjög, það er bara erfitt viðfang sko, þetta bara, en það ekki skrítið að við séum pínu vonleys, það einmitt. Þetta svo yfirþyrmandi. Já, alltaf yfirþyrmandi. Þetta leikritið, hans Trump, það gerir okkur rosalega þreytt. Það ekki bara hann, því það ekki hann bara sem að keyra þetta leikrit, það allir að keyra þetta sama leikrit núna. Það virkar langt best. Þreyta líðin. Og halda bara, sko, þetta aðferðina sem hann sýndi fram á bara fyrir kjörtímabilinu og bara fullt af populistum tóku upp eftir honum og það var bara að þræta fyrir allt, viðurkenna ekkert, halda bara áfram, sama hvað gagnrýnin og núna bara, þú veist, það er bara að taka þetta upp í hæðir. Það var sagt á fyrir kjörtímabilinu, það verður alltaf bara eitthvað stofnanirnar verið þetta, núna bara eitthvað verður að beint þar. En það sem að gerast líka bara að þú veist það að koma öll þessi auka hægri populísku frambóð, þau verða svo venjuleg, þú veist, þetta bara eitthvað, og svo bara nota þessu aðferðafræði hans sem virkar. Ég var reyndar að lesa í einhverju dönsku pressunni sko, sem ágætis punktur að núna náttúrulega, það er erfitt fyrir hægri populistana sko, þegar Trump komið svona langt út í vitleysuna, að hann eiginlega orðin meira svona, það virkar ekki lengur sem fyrirmynd sko. Nú það bara meira að reyna að taka sko tilbaka. Já, og distans á hann sko, því að þannig að vonandi þá getur Evrópa, löndin í Evrópu og helst sem víðast bara einhvern veginn nota hann sem víti til varnaðar og veistu við kjósum ekki svona flokka sko. Já, nú þegar þetta er orðið svona rosalegt. Já, að sé að verða einhver bara svona skil í því hversu langt hann farin að ganga sko. Ég meina en náttúrulega við vitum ekki hvað að fara að gerast, hvernig það verður næst þegar við komum sko. Ég meina hvort það verði byrjuð borgarastyrjaldir Bandaríkjunum sko. Ég meina það er náttúrulega alveg við það að byrja og en já, nú hann náttúrulega að draga tilbaka og eitthvað, þannig að hann að taka hana takóð ekki. En þetta er alveg rétt sko, fyrirgefðu, ég eiginlega skipt bara því þú varst að spurja sko, þú veist, auðvitað saknar maður eða Jésus, man ekkert endilega eftir þú kannski að minna æfi, en bara þú veist, maður sér myndir af róska, smalla, gilda bensin á Lækjartorgi, skilur, ég hef ekki séð neitt þannig, held ég, bara svo lengi sem ég hef lifað, sko, og kannski, og ég veit ekki hvernig það var, varstu þar, eða þið? Nei, ég var ekki. Nei, en þú veist, þetta er bara, þetta er svona eitthvað moment þar sem að listin, sko, virkilega svona köttar í gegn og sko rífur einhvern veginn veruleikan, sko, svona punkterar svolítið veruleikan og það, þú veist, væri rosalega gaman að finnast eins og það væri eitthvað svoleiðis að gerast eða sjá það, en hún er svolítið aftengt, einhvern veginn í boxum, sko, einhvern veginn til hliðar við, sko, þennan svona bara... Heldur þú, til dæmis núna, bara, þú veist, byrju, hvað þú gamall? Jafngamall þú. Já, akkurat. Þú veist, ég held líka að kaldhæðnin sé líka búin, þú veist, það er þessi dofi líka og ekki bara dofi eins og svona, heldur, hún er bara svona búin að éta sálina á manni, þú veist, segjum sem svo að, það væri bara einhver bara ung listakona sem tæki bara og smallaði, þú veist, ég veit ekki, I don't know, værum, þú veist, Nei, ég held það sé alveg rétt í þér. Ég held að það er svona... Við sætum alveg smá svona bara eitthvað... Já, nei, ég held það sé alveg rétt í þér. Ég held að það sé bæði... Hvað kostaði þessi bíl? Já, býtu, hver borgar þetta? Ég veit það ekki. Ég bara finn, þú segir Roscoe, ég bara, svo væri ég bara... Ég myndi aldrei fara. Ég væri bara... Veistu, svo einhver kaldhæðni sem væri eitthvað... Ég samt ekkert sko bindtóni við að þetta væri nú sterkt. Það er ekkert það sem ég bindtóni við, skilur. Það myndi ekkert einn sko soga mann inn. Ég skil alveg hvort að meina. Kaldhæðnin og líka sko, ég held að sé óþol fyrir samfélagslegri list, allavega hjá svona pælurum. Svo er það, þú veist, þess að vera glimmerinn var strafið Bjarnaben, þú veist, þetta var bara allt alveg hústurist. Má þetta? Það voru eitthvað skrítið að við erum í samfélag sem spyr alltaf fyrst að því, má þetta? Sem við síðum bönn. Já. Heimildaskóla. Þetta má þetta. Það má alveg vera smá. Þannig í hrunna og viðtalið Dorrit og Ólaf í ensku magasíni, ég man ekki hvort það var enskt bandarist og blaðamaðurinn fór bara að taka viðtöl við og Ólafur mótmælti öllu sem Dorrit sagði og Dorrit var búin að skríða undir borð og var að tala við Sám hundinn meðan blaðamaðurinn var að spyrja og það kom svona setningar eins og mann ekki alveg orðrétt en eitthvað að Íslendingar þurfti ekki að hafa neinar ágjur að vera í nógu húsum og eitthvað svona
og þetta birtist þetta og þetta var algjörlega hilarious viðtal, þetta voru svo það var svona pelsar og eitthvað hvítum reiðfötum og svörtum hesti og við settum þetta viðtal, sko blaðamenn náttúrulega bara skrifa þetta í smá Gonzo-stíla því þetta var svo skrítin situation, svo voru nokkur sem settum þetta bara upp í inn og viðtalið bara þú veist, bara það var þurfti eiginlega ekkert að gera við það og bara gerðum leikmynd og leikið og það kom alveg bara fullt leikhús og við þurftum að halda aðra sýningu en svona ætti að gera miklu meira þú veist og sérstaklega tengja svona list og blöð og eða fjölmiðla og bara eitthvað en þetta þá einmitt kannski þetta óþol þú veist, þú veist einmitt þú sagðir nefndir skýrslurnar sem voru lesnar upp í þú veist, ég var einmitt að hugsa bara eitthvað svo er eitthvað, ég myndi ekki mæta ég veit því, þú veist það er eitthvað ég veit ekki það mæta bara í hálftíma það finnst ekki samt gott að vita að þið séu að þessu fínt að krakkarnir eru eitthvað þú getur gert eitthvað annað ég veit það, en það er þessi doði sem mig langar ekki að vera svona dofin og mig langar að vera bara, þú veist, fara og gera eða viti, in a way en þá er þetta kannski bara eitthvað svona persónulegt þú getur til dæmis þetta er alltaf lagi já stíður, taktu söng þín á gakk hættu í dóðum þú getur til dæmis fara í Kringluna og tekja hátalara og kalla bara allan daginn bara þetta var frábærlega vel heppnuð innrás þú veist bara tekja eitthvað svona pólitískur orðræðu það er ekki almennar í en það er náttúrulega verið í list sem hefur vakið svona athygli það var stolið styttu af Guðríði og það var einhverju kúkaði á kjörseðlinn sem er náttúrulega eitt stórkostlýst í gjörningu þessar aldar bara nær búsáttarbyltingunni betur heldur en helvítis fucking fokk algjörlega, þetta er til, það er alveg rétt þetta er góð dæmi með þessi en svo sá listamaður fór til Berlínar sá svolítið flotta sýningu þar Steinun fyrir þetta voru að gera svo flotta hluti en svo er það kannski líka það er eitthvað við erum náttúrulega í svolítið borgaralegu samfélagi hérna og það er svona að taka bara meira þú veist, svo auðvitað allt koðinni niður og það er eitthvað svona ég tengi á stundu bara eitthvað við og bara þetta einmitt áskrift þú veist, það er einhver tengsl við borgaraleigheitin í okkur og fjölmiðlana eins og þeir eru borgaralega við eins og við séum einhver svona myndi með Jim Carrey inn í einhver svona Truman Show bara eitthvað það fyrir að því að við erum svona samfélag og svo erum við einhvers þar með hlutverk í því og auðvitað skiptir það máli fyrir Íslands samfélagi ef að moggin er bara eiginlega verstur bara sínu versta staði í tilverunni það er bara vont fyrir samfélagi það er miklu betra að hafa sko mogga 10. áratugsins með Styrmi og Mattías en sko það koma svona atvik eins og við erum náttúrulega með alveg afleitan mogga sko þegar var það var eitthvað svona hlaðvarpspartí daginn og þá voru allir komin upp á svið að dansa saman eitthvað Jens Garðar og Snorri Másson og eitthvað svona furðulegur samstíkur af fólki ég var það reyndar en ég vissi ekki að þið vissið að mér en sko þú veist þetta hefði maður einhvern tíma bara verið bara þetta væri eitthvað áramótaskupskets eða eitthvað en svo bara er og þá er það svo erfitt alltaf að gera áramótaskupskets þetta er fólk sem er upp á svið hvert er hlutverk mitt í leikriti og kostar þeirri niðurstöðu dansa kankan með Snorra Másinni og Stefán Einari ég misti þessu þetta er náttúrulega einn merkilegasti gjörningurinn á undanförnum vikum það er hluti af vonleysinu þegar þetta skrýtna verður bara eitthvað svona svona bara náður miða á þetta gaman að fá okkur hérna finnst ykkur að við hafi verið að tala um íslenska menningu eða? Já, alveg örugglega við þakka ykkur fyrir að nefna Sigur Nordal því að heitið á þessu er náttúrulega tilvísun í hann það er rétt það er jáfnvel að vera að fá velun alltaf sem ná að tengja Sigur Nordal inn í blöðuna en hugmyndin er svo að við hittust hérna alltaf á þriðjudögum og spjöllum um íslenska menningu og sjáum til í eftir kannski 3-4 skipti hvernig við sem að fara eitthvað með samfélagið kannski náum við að kannski datt ykkur eitthvað nýtt í hug hérna við borðið ég þarf að fá með þetta maður er að geima það en þetta er alveg svona eins og góður sjálfshjálparfundur speklum hérna það er ekki alveg eins og útvarpsleikrit við vinnum áfram í útvarpsleikritinu eruðu Viktoría, Auður, Björn og Atli kæra þakkir takk við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið við erum alltaf að skilja hana heim næsti kafli eftir augnablik ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar.
Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.